Jæja, gott fólk. Góðan daginn, gaman að sjá ykkur. Ég þurfti að smygla mér þetta inn á og búið að loka lykilkortinu mínu. Nei, ég að grínast. Ég fékk hérna framlengingu 2 klukkutíma. En ég býð ykkur hjartanlega velkomin og þakka ykkur fyrir að koma. Við ætlum ekki að hafa þetta langt. Það verður bara örstutt. Og tilefni eins og framkom í fundabúðinu. Við ætlum að kynna til leiks nýjan bæjarstjóra. Og Vilhjálmur, velkomin til starfa. Þú fær svo orðið hérna þegar ég búinn. Þetta hluti af teiminu þínu sem ætlar að hrinda þeim verkefnum sem að þið í bæjarstjórn meirihluta ákveðið að fara í. Þetta fólki sem lætur þau gerast. Og þetta upp til hópa og ég geti sagt bara öll. Hann heldur það, já. Ég held það, sko. Frábærir starfsmenn. Og ég held að setja með landsliðið af bæjarstarfsmennum hérna með þér í liðið núna. Þannig að ég segi bara gangið vel. Ég með blómhandaðir hérna. Og hérna þetta væri handa þér, Kolla. Það væri ekki bláar svona nellikur í því, sko. Gjörðu svo vel. Og hérna kort. Og ég rétt mundi eftir ég að stimpla ekki bæjarstjóri hérna nafni. Og hér færðu svo lykil og nú þetta orðið þannig í dag að þannig engin lyklar, þetta bara spjöld. Þú þarft að fá kóða á þetta líka, strákarnir Andri lætur hafa hann. Því að á venjulegu dagvinnutíma þá gildi kortið og eftir dagvinnu eða á kvöldinu helgar eitthvað, þótt eftir að vera hérna mikið á kvöldinu helgar, að þá kóði líka til öryggis. Þannig að gjörðu svo vel og vegnið þér vel. Og gangið þér vel og vertu bæjarbúum góður og Reykjanesbæ til heilla. Takk fyrir, kærlega. Takk kærlega fyrir Kjartan og takk fyrir að koma og taka á móti mér. Ég vil byrja að þakka Kjartani kærlega fyrir frábær störf í þágu Reykjanesbæjar þessi 12 ár og ég hef fundið það og starfsfólkinu sem ég hef verið samskipti við bæði sem þingmaður og nú í kosningabaráttunum að þeim hefur líka vel við þig sem yfirmann og munu sakna þín. Ég hef heyrt það alveg. Ég þakka þér kærlega fyrir og ég legg til að gefa Kjartani gott klapp. Takk. Ég er líka mjög þakkláttur Kjartani hvað hann hefur verið einlægur og duglegur og boðinn og búinn í að gera þessi skipti mér auðveldlega og ég veit að ég mun eiga hann að og það mjög dýrmætt fyrir mig. Ég veit að hann fékk ekki sömu þjónustu en hann veitir mér hann og ég mjög þakkláttur fyrir það. Ég hlakka mikið til svo að fá að kynnast ykkur. Nú ég nýliðin í hópnum og þið reynsluboltarnir og þið líka fagfólkið. Þannig ég hlakka mikið til að fá að kynnast ykkar styrkleikum og hvernig við getum búið til gott samstarf og gert okkar góða samfélag enn betra. Það okkar hlutverk. Við erum að vinna hjá sveitarfélaginu sem eins og fyrirtæki bara samfélagsins sem við eigum öll í. Og það það sem við þurfum að gera þetta í góðri samvinnu sem ég hlakka mikið til að fá að kynnast ykkur bara eins rætt og ég get. Ég lofa ekki að læra nöfnin ykkar alveg strax í dag, en það kemur svona smátt og smátt og vil líka bara segja það að ekki hika við að vera í samskiptum við mig hvenær sem hvað sem að því að ég hef mikla trú á því að það sé það sem skiptir mestu máli, að við getum rætt málin og þau komist alltaf til skila. Og ég hef sagt það að þeir stjórnmálamenn sem bara með jáfólki kringum sig, þeir lenda fljótt út í skurði, þannig að við alveg óhrædd við að challengea mig hvað sem að því að góð rökræða skilur góðri niðurstöðu. Og það bara þannig. Ég vil líka benda á það og það verður alveg örugglega töluverð breyting fyrir ykkur að bæði það komin nýr meirihluti en líka þessi pólitískt kjörinn bæjarstjóri. Þannig að það þetta jafnvægi sem við þurfum að finna sem þarf alltaf að finna á sveitarfélagi. Hvenær það sem það eru stjórnmálin sem ráða ferðinni og hvenær það svo stjórnsýslan og stjórnsýslulögin og svo fagið og ykkar fagstörf
Þannig að við bara vinnum þetta í góðri bróðurni hvernig við stígum þetta og að þessu sögðu vil ég líka segja það að við erum nýkomin úr kosningabaráttu þar sem að mikið hefur rætt málefni bæjarins og hinn ýmsu málefni og allan að frá okkar hálfu og það hefur alltaf verið rætt henni að það var allt á grundvelli stefnumála og stjórnmálaflokka og við stjórnmálamennirnir berum ábyrgð. Það er ekki þið starfsfólk. Þannig að það sem var sagt þarna eða rætt það var ekki hugsað til ykkar og það er þannig líka í framtíðinni. Þannig að munið það ávallt, það er verið að gagnrýna stjórnmálamennina sem bera pólitísku ábyrgðina en þegar við erum starfsfólk sveitarfélags þá smitast það náttúrulega alltaf yfir. En þannig að ég vildi bara hafa sagt þetta og hafandi heyrt þetta í. Ég ætla líka bara að fá að segja að svo tökum við betur samtalið inn á hverju sviði og ég hitti sviðsstjórana hvern að fætur öðrum í dag og fæ þá góða innsýn í ykkar störf og held svo áfram að kynnast þessu. Við erum með málefnasáttmála sem að verði svolítið okkar biblía hvert við ætlum að stefna og formenn nefndanna og aðra munu svolítið horfa á það líka í samstarfi við ykkur inn á hverju sviði fyrir sig. En það er enga fyrirfram ákveðnar hugmyndir það að við ætlum að gera nákvæmlega þessa skipulagsbreytingar hitt og þetta. Nú erum við bara að koma, setja okkur inn í hlutina, sjá hvernig þetta hvernig komum við þessum stefnumáli sem best á framfæri. Það er eina sem við fórum að gera, það er ekki neitt annað fyrirfram ákveðið. Þannig að ég bara hlakka til að fá að vinna með ykkur, verið óhrædd að láta mig heyra það eða spyrja spurninga og það verður alltaf opin hurðin, hvort sem sé nú ykkur hurð eða ekki. Það er engin hurð, sko. Þannig að það kemur bara ljós. Þannig að bara takk kærlega fyrir, hlakka til samstarfsins. Gangi yfir. Ég skipti mér bara eitt að lokum, bara af því að þetta er mjög skemmtilegt, en Kjartan, ertu með ráð? Eitt ráð til nýs bæjarstjóra. Hlusta á hjartað. Hjartað segir manni mjög oft, sko, hvort að maður er að gera, eða eiginlega bara alltaf, hvort maður er að gera rétt eða ekki. Bara hlusta á hjartað, gefa þér tími í það og rétta svari kemur leið. Bara rólegur, sko, slakkar á og hlusta á hjartað. En líka bara, við erum og þið eru svona mörg mætt að þá er ég alveg til að svara einhverjum spurningum ef einhver vill spyrja yfir hópinn á einhverjum hér í upphafi og þá er það bara sjálfsagt, sko. Ég er með eina hérna. Já. Ertu nammigrís eins og fyrir mig? Nammigrís? Já, það er eiginlega nei, ég myndi ekki segja verið nammigrís en minnst það mjög gott samt, sko. Já. En það því er ekkert að bjóða mér neitt áfengt, sko. Nei. Það sterkast sem ég drukki kaffi. Já. Þau gáðu mér 4 kíló af salgæti í kveðjugjöf. Og ég tók eftir því þegar við komum fyrir kosningabaráttuna það var svona nammi stöðin á hverri skólastofu fyrir Kjartan. Já. En það skulum bara sjá til en segjandi þetta, sko, fyrsta ráðið sem ég fekk því að koma á þingið það var frá Össur Skarphéðinssyni og hann sagði, ég ætla ekki að vera eitt ráðvilji og ég náttúrulega hugsaði með tvisvar ég ætti að fara að taka ráðið frá Össuri en þetta var heillaráð, hann sagði passaði á mötuneytinu. Já. Þannig að það er kannski taktið nefnum. Já. Menntasviði, það er mikilvægt sem fyrst áður, velkomin. Ég langaði bara að spyrja því nú ertu búin að vera þingmaður hans lengi. Ættirðu að koma til að sakna þingmennskunnar eða ættirðu svona fallið að hvort öðru eða hvernig upplifir það? Sko, ég held að þetta sé mjög góður tími til þess að skipta starfsverk núna þegar að þinglókin eru. Þá er allt einhvern veginn upp í loft í þinginu og þú veist ekkert hvort að þú sért búinn klukkan 8 á kvöldin eða 3 nóttina og hvernig hlutirnir farast eða hvort þú ert að fara að klára þingið 12. júní eða 1. júlí. Þannig að, jú, ég mun alveg sakna þingmennskunnar og þetta eru blendnar tilfinningar en mér finnst þetta bara svo spennandi verkefni og þetta er svona á svipuðum vettvangi en meira svona hlutinni gerast hraðir hér og fjölbreyttari og í okkar nærumhverfi þannig að ég held að sá söknuður muni verið duga skammt, sko, og ég vona það og kannski líka hafandi sagt það að
að þó ég sé nýliðinn hér, þá vona ég að ég geti komið þá með einhver reynslu af þinginu og ég var nú í lögreglunni þar áður, hingað inn líka til þess að hjálpa ykkur í ykkar störfum. Og það eitt sem að þú kannski þekkir nú þegar, Vilji, úr þingmennskunni, en eitt sem þú þarft að vera viðbúinn, að þetta ekki jobb, þetta ekki starf, þetta lífstíl. Og það alveg sama hvort þú ert í Netto á laugardagskvöldi eða í sundi eða þú veist hvar þú ferð, þú ert alltaf að vera viðbúinn því að annaðhvort að fá yfir því skammir eða spurningar og þá gildir þetta bara að hlusta á hjartað og maður þarf ekki alltaf að svara fólki, maður bara þakka fyrir og búið, þú kannt þetta, þekkir þetta og svo bara sleppa á ferða. Já, takk fyrir það. Ekkert að taka mark á þessu, sko. Nei, og það áörugglega marga hér inni sem eru mikið í sambandi við bæjarbúa í erfiðum og tilfinningaríkum málum, geri ég ráð fyrir. Og ég, eins og ég segi, ég var í lögreglunni áður, sko, að áreitið sem maður fekk þar, sko, fékkstu oft kannski, ég hef sagt, á þingferlinu mínum, áreitið sem ég fengi fyrir utan þinghúsið, sko, kannski jafn mikið á þessum 13 árum að ég fekk á 1 mánuði á lögreglunni, en kosturinn á lögreglunni að þú fórst þá úr búningnum. Þannig að þá var það farið, sko, þannig að já, en nú þetta meira nærsamfélagið og meiri tilfinningar, þannig að maður þarf að búa sig undir það. En ef maður með allt sitt á hreinu, að þá þarf maður ekki óttast neitt. Rétt. Fleiri spurningar? Ég ætlaði bara að Það nú að vinna. Skipulagið komið strax. Það fór að setja það. Fór að prófa hann. Það aðeins að borðinu, þú veist, svona. Svona, já. Flott.